Jæja, komið þið sæl aftur. Þá ég loksinn eftir að taka víti og fara í bunkerinn eða glompuna. Þá ég loksinn komin hérna inn á flöt, inn á grínið, eins og sumir enskir golfarar segja, grín í staðinn fyrir flöt. En við notum það svo sem líka á Íslandi, það alveg skiljanlegt. En það hérna snöggslegna svæðið, fyrsta grasið á vellinum, hérna í kringum hóluna. Þannig að nokkri hlutir, þegar maður svona á gríni, eða flöt, að það má alls ekki setja kylfurnar eða setti sitt inn á grínið. Þannig að það sem að það byrjar, sem akkurat hérna, ég verð að skilja eftir þar, eða einhvers staðar í kringum. Ég má alls ekki fara með settið og skilja það eftir inn á. Og ef ég með kerru, þá má ég ekki draga hana yfir grínið. Þetta rosalega viðkvæmt gras. Við þurfum að hugsa rosa vel það. Þannig að við megum ekki skilja settin eftir inn á. Við megum ekki lappa með kerrurnar okkar yfir. Og við megum ekki hlaupa inn á gríninu. Þannig að reynum alltaf að fara varlega með grasið. Þar sem að ég reyni alltaf að skilja kylfurnar mínar eftir. Að svolítið eins og þegar við vorum á teignum. Að reyna að hafa kylfurnar bara nálægt gríninu, ekki að hafa 50 metri í burtu, þannig að maður þurfa að vera að lappa mikið fram og tilbaka. En ég reyni alltaf að hugsa, hvar næsta hola? Ef við reynum að vera smá framsýn, þannig að ég hérna á fyrstu og síðan annar teigur þarna niður frá, þá getið ímyndað ykkur að ef ég skil settið mitt eftir hérna, að þegar að holan búin, þá þarf ég að lappa frá flagginu, yfir í settið mitt sem þarna og lappa síðan þaðan, alla leið yfir grínið aftur og síðan út á teig. Það sem að mér finnst svolítið gott að gera, svona smá tricks, að ég myndi bara lappa hérna yfir, setja settið mitt eitthvað hingað, eða þá lappa með kerruna mína hingað og kannski bara niður fyrir. Og hér get ég að lappa beint inn á grínið, klára höggið mín og þegar ég búinn með hóluna sem að ég pútti honi, þá get ég bara lappa beint hingað að settinu mínu, teki það upp og búm, beint á næsta teig. Ég fljótari með hóluna fyrir vikið og næstu hólu. Og ef það einhverjar eftir mér að bíða, að þeir þurfa ekki að taka jafn mikinn tíma að bíða eftir mér. Sem líka bara alveg frábært ef við getum gert það. Haldið leikraðanum uppi og reynt að ná þessu markmið að spila hverja hólu fyrir sig undir. Nei, datt ekki bara myndavélina. Það svo mikið logn hérna að það bara myndavélina ræður ekki við sig. En það markmið alltaf að reyna að spila undir 10 mínútum. Það svo erfiðir fótarnir á þessum frífóti sem ég svo þakkláttur fyrir að fá afnótað í dag. Með fullu leyfi Axels, ég lofa því. Svona og svona. Þannig að við erum alltaf að reyna að hugsa leikraðan og að spila svona ágætlega fljótt. Það sem að ég þarf að vera með, ef ég kom inn á grín, að ég þarf að vera með flatarmerki, þannig að það getur verið bara einhver svona lítill peningur, eða ég fjárfesti svona svaka flottu inn í golfskálanum, svona keilismerki, en ég nota þetta til þess að merkja kúluna mína. Þannig að ef svo að það einhver að fara að pútta hérna beint fyrir aftan mig og kúlan mín fyrir, að þá get ég nota þetta merki, dætt bara hérna, beint fyrir aftan og þá kúlan mín ekki lengur fyrir og aðilinn getur púttað. Síðan sumir sem að finnst meira að segja merkið, trufla línuna og þeir myndu segja, heyrðu, þetta ennþá fyrir mér, að þá get ég fært það bara svona til hliðar. En þá þarf ég bara að muna að færa það aftur tilbaka. En ef maður til dæmis að spila í mótum, að þá þarf maður stundum svolítið ofta að nota svona merki. Út af að ef það gerist
að einhver púttar í kúluna hjá mér, þá fær sá aðili 2 högg í víti. Þannig að það var eitthvað kannski bara að spila frábæra hólu, sló beint inn á grín, með pútt til að fara á 2 og ég með kúluna mína bara við hliðina á hólunni. Ef hann púttar í kúluna mína, að þá var hann allt í einu búinn með 4 högg. Hann tók annað púttið og síðan +2 og klárar og á 5 í staðinn fyrir 3. Þannig að við viljum ekki að það komi fyrir neitt. Þannig að ef við erum að spila í einhverju mikilvægu og erum mögulega fyrir, þá bara gott að nota merkið. Og sýna smá tillitssemi. Fleira inn á flötinni. Að þegar við erum byrjuð að slá lengra, eins og mörg ykkar eru byrjuð að gera, að þá koma stundum svona för í grínið. Og ég ætla bara að sýna ykkur hvað ég á við með þessu. Og kannski hvernig við berum okkur að. Til dæmis hérna. Hérna var eitthvað sem að greinilega með rosa langt og flott boltaflug og hann gerir svona far í gríni þegar kúlan lendir. Þannig að þetta hefur verið mjög gott högg sem að flýgur alla leiðina á, en maður þarf nú alltaf að ganga frá eftir sjálfan sig. Þannig að ég með svona gríngaffal sem ég fekk upp í skála. Það líka hægt að nota bara 10 ef við erum með fullt af svoleiðis, en það sem ég þarf að gera að fara hérna inn og laga farið, þannig að ég fer aðeins fyrir utan og ég ýti bara svona miðjuna aðeins inn. Ég þarf að laga ójöfnuna sem að kemur í gríninu og það lítur nú aldrei frábærlega út svona eftir á, en það getur lagað rosalega mikið ef maður bara jafnar út eitt boltafar svona, tekur cirka 10 sekúndur. Og síðan get ég nota pútterinn minn til að bara svona þjappa niður og þá allavega jafnt grínið, en bara taka svona 10-20 sekúndur í að laga eitt boltafar, að það myndi annars taka 1 eða 2 ár fyrir það að gróa. Þannig að við erum að flýta fyrir gróðrinum á grasinu sem að skipti nú bara öllu máli. Grasið alltaf gott fyrir okkur golfarana, þannig að við reynum að vera gott við það á móti til þess að við fáum að spila þennan skemmtilega leik. Ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra á gríninu, en ég vil benda ykkur á að flaggið, það má bara hafa það ofan í ef maður vill nýta sér það. Maður þarf yfirleitt aðeins að taka eftir hvernig grínið hallar, eins og hér hallar það eins í þessa átt. Þannig að ef ég myndi stilla mig bara beint upp og reyna að pútta beint onni, að þá fer hann bara þangað. Þannig að maður þarf stundum að vera með athygli, sjá hvernig grínið hallar og miða þá púttinu sínu eftir því. En ef ég komi nógu nálægt að ég get bara klárað með flaggið onni, stundum hallar það, þannig að kúlan getur átt erfittlega að fara onni og stundum ef hún hallar og ég pútta fast, að þá fer hann ekki onni, þannig að stundum bara fínt að taka upp úr. Það má líka og klára bara svoleiðis. En maður ræður því. Í gamla daga, fyrir heilum 7 árum, að þá þurfti alltaf að taka pinnan svona upp úr hólunni. En það ekki raunin lengur. Núna getum við bara haft þetta eins og við viljum. Við viljum hafa pinnan onni eða upp úr. En lykilatriði á grínunum, bara að reyna að pútta onni sem fyrst. Það alltaf langt best. Það maður á föstum höggum. Það tekur minnst af tíma og við erum þá að vinna okkur að því að komast aftar í teiga og fá lægri forgjöf og alls konar skemmtilegheit. En ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra á grínunum. Bara takk fyrir mig.